Já, velkomin aftur. Það eru komnar hingað Lína Hallberg og Viktoría Baksína. Þú ert frá Svíþjóð, fættar? Ég er fædd uppalinn í Sviss, en mamma og pappi eru frá Svíþjóð. Og þú ert frá Rússland, þú komið inn áður. Já. Herðu, það er íslenskan og innflytjendur. Það er, við erum náttúrulega búin að tala svolítið um innflytjendur í íslenskuna. Það átti mjög gott samtal við Agnieszku Sokolovsku um hvernig að lifa sem innflytjandi í landi sem alltaf að skamma fyrir mann fyrir að tala ekki nóg og endanum veit maður að maður mun aldrei ná því að geta talað svona. En hann Ármann Jakobsson, hann skrifaði grein daginn þar sem hann talaði að við erum að heyja sjálfstæðisbaráttu til þess að venda íslenskuna og vandamálið var ekki innflytjendur, heldur það að innflytjendur töluðu ekki íslensku og við værum að svissa yfir í ensku sem millimál og það hættan væri svo að við myndum tapa íslenskunni. Má ég spyrja þig, myndirðu meta þannig að íslenskan væri í hættu? Kannski ekki íslenskan, en ég held það sé mjög mikilvægt að við lærum að tala íslensku af því annað held ég að það verður ótrúlega mikið vandamál í þjóðfélaginu. Já. Að því við erum 15% útlendingar núna. Komið 16,3. Eða 16,3. Það er svo mikil aukning núna. Ég held fyrir 20 árum voru það 5.000, núna er það 60, eitthvað það. En ef þetta heldur áfram það verður að voða vandamál. Að við vitum það eru kom út 2018 að ef maður kann ekki íslensku er það miklu erfiðar að fá vinnu og maður er frekar atvinnulaus eða líka krakkar sem kunna ekki íslensku það verður bara erfiðar í skóla og það verður líka fyrir Ísland miklu dýrari ef við kennum íslensku núna það er miklu ódýrari en að fá vandamál og vesen og þá reyna og bjarga þessu. En svo segir fólk að það skiptir ekki máli þótt þú lærir íslensku af því að þú ert útlendingur að þá bara færði ekki almennilega að vera með. Það dugar ekki. Mér finnst það mjög mikilvægt að kunna íslensku. Já. Það var svona mér fannst það mjög geggja fyrsta skipti sem ég skildi áramótaskaupið. Já, gætt leið. Já, ég fattaði svona hvað fólk var að tala en það er ekki mjög skemmtilegt að fara í veislu og allir reyna að tala ensku, það er ekki skemmtilegt fyrir Íslendingar, það er ekki skemmtilegt fyrir mig. Nei. En þú missir svolítið mikið ef þú kannt ekki tungumálið, finnst mér. Það eru líka menningin og það er svo margar þú verður alltaf svona aðeins utan. Það verður bara útlendingur. Já. Ekki alveg verður svona svo innflytjandi. Ég búið í útlöndum og maður er ekki alveg með. Það er ekki gaman, sko. Maður er svona auka. En mér finnst í þessum samtölum sem ég átt við, svolítið verið að tala að svona viðtökur Íslendingana á innflytjendum sem að tala íslensku. Mér finnst kvartaði undan því. Já, þú veist, fyrst og fremst ég svolítið ósammála Ármanni þar sem hann segir að útlendingar læri ekki tungumál. Ég kenni íslensku sem annað mál, það eru alltaf, þú veist, biðlistar. Fólk kemst ekki á námskeið því það eru svo margir sem vilja gjarnan læra íslensku nákvæmlega núna og það sem hann sagði líka fyrir 2 mánuðum þegar þessi gríðarlega umræða íslensku byrjaði, hann sagði að íslenska sem mál væri stærsta grein á hugvísindasviði sem satt en samt þessi fjöldi nemanda bara svo gríðarlegur að það trufli einhver veginn, þú veist, háskólagrein og mér persónlega fannst nákvæmlega þessi athugasemd mjög særandi. Af hverju fer fólk á þetta námskeið til dæmis í háskólanum? Fyrst og fremst vegna kostnaðar. Námskeið í tungumálaskóla núna, svona 6 vikna eða 10 vikna námskeið kostar 50.000 krónur, tæplega. En 1 ár íslensku sem öðru máli, BA, kostar 75.000. 1 ár, ekki 1 námskeið. Og fólk fær líka
miklu meira út úr þessu og þar íslenska kent á mjög hástígi sem ekki hægt að sækja til dæmis í tungumálaskóla þar sem íslenska stundum ekki kent á stíg svona 4, 5, 6 og 7 út af því að það ekki nógu margir nemendur. Það líka íslenska ríkið, það með grunnnámskrá og framhaldsnámskrá. Grunnnámskrá kom út 2008 og framhaldsnámskrá 2010. Það eiga að vera til 9 námskeið, svona 540 klukkutíma. Ég var búin að hafa samband við alla 18 aðila sem fengur styrk frá Rannís í ár og það enginn sem byrður upp á þetta. Og það vantar bara peninga og það ekki til kennsluefni. Og hvað það sem vantar? Þetta 6 áfokar? Það eiga að vera 9. 9? Og þá bara hvergi kendur númer 7, 8 og 9 eða? Ég var einu sinni í nummer 7 í Mými en það var 2018 og ég held það hafi verið fyrsta og síðasta skipti sem var til. En það var bara út af því að kennarinn, hann held áfram með okkur. En venlega það ekki til. Flestu bjóðu upp á 3 eða 4. Stundum 5. Stundum 5, en það var búið. En fyrsta, það líka eftir 5 námskeið, það kanntu ekki að tala íslensku. Það núna í ár í Háskóla Íslands það til hagnýtanámið og svo BA-náminu sem 3 ára nám. Í ár 145 í hagnýta og 123 á fyrsta ári. En við vorum bara 13 sem útskrifuðust BA-náminu í ár. Svo það minna en 15%. Á hverju? Ég held að það alltaf margir sem hafa ekki erindi í háskóla sem fara þangað að því það engin valkostu til. Það bara hægt að læra íslensku í Háskóla Íslands. Og svo líka, ég meina, ég fór í nám en ég vann ekki í 3 ár. Ég bara svona 50% kannski. Það fólk hefur ekki efni á að fara á 3 ár í námskeið. Þú menar að það að læra íslensku sé svo mikil vinna að þú gerir það ekki með fullri vinnu? Þetta meina það? Þú þarft að fara í háskólanám og það bara mánudögum til 5 dögum milli 8 og 3 eða eitthvað slikt. Svo þá áttu bara að vinna kvöldið þegar helgar og það verður bara svolítið erfitt. Það hægt að bara taka 1 námskeið. Þegar fullnám væri 30 einingar, það hægt að taka 5 eða 10. En já, þú bara það vinna minna. Af því það ekki fjarnám. Þú bara að fara í háskóla. Og þá við líka mismuna fólk að því þá fólk frá Akureyri eða Egilsstöðum. Ísafjörði. Já. Hvað fólki þar að læra íslensku? Við vorum líka að tala ríkisborgarrétt. Já, bara rétt áðan. Og þá áttu að fara í íslensku próf. En það ekki til kennslubækur. Við vitum ekki einu sinni hvað kröfunar eru. Jafnvel engar svona leiðbeiningar almennt til dæmis. Leiðbeiningar snúast fyrst og fremst kannski að nefna helstu þemu sem fólk þarf greinilega að vita til dæmis svona fjölskylda eða ágamál eða að fara í búð, að fara til læknis. Eða, leiðbeiningar hvers konar málfræði verður partur af prófinu. Það ekkert slikt í boði. Veist ekkert fyrirfram? Getur ekki séð gömul próf eða? Jú, það eitthvað á netinu, en samt það frekar gömul próf sem nú aðgengileg, held ég. Ég hef til dæmis ekki séð próf frá svona 2020. Það sem ég hef séð var svona frá 2016, held ég, síðast. Þannig að það svona ekkert í boði og Lína búin að senda tölvupóst á alla aðila sem bera ábyrgð á þessu og hvaða svar hefur þú fengið? Sko, mér langaði bara að vita hvaða kennsluefni mælið þið með og annarkvort var ég ekki búin að fá svar eða þá var bara mælt með bókum sem ekki góðar eða og ég fæ ekki leiðbeiningar eða neitt. Já. Og það sem kannski líka gott að nefna ef þú vilt fá styrki, ef þú tungumálaskóla og vilt fá styrki, þá áttu að segja að námskeiði mitt á stigi A1 eða eitthvað slíkt. En vandinn þetta hefur aldrei verið rannsakað. Við veitum ekki hvað A1
Þetta snýst evrópska tungumálaramma og til dæmis ef fólk að læra þýsku, það hægt að sækja sem sagt þetta skjal á netinu og þetta venjulega svona 100, 200... ég held þessi franska útgáfan sé 297 blaðsíður. Já, og það hægt að sjá bara allan orðaforða sem þú verður að kunna ef þú ert að fara... öll þessi 9 stig eða bara fyrsta stig? Nei, bara... það eru 6 stig sem sagt A1, A2, B1, B2, C2. Það allt öðruvísi en þessi grunnnámskrá og framhaldsnámskrá. Ef þú búin með 9 námskeið, þá væru á stigi B1 og kannski smá B2. En það ekki fyrir en á C1 sem þetta reybrennandi og með góðvalda svona töluðu og skrifuðu. Já. En það að segja það að skilgreiningin á fyrsta stíi og svona, að hún ekki almennilega til? Hún ekki til. Nei. Og svo þar á ofan að þá enginn að kenna upp fyrir 5. Sko, tungumálaraminn á Íslandi var ekki rannsakaður vel. Þar sem til 1 blaðsíða tungumálaramman, þar sem talað sjálfsmat. Þannig að þú getur kannski lesið þessar hvað þetta? Eru þetta lýsingar á stígum eða? Já, það eru svo 5 þættir sem þau átt að kunna, svona lesa, skrifa, hlusta, tala og samskipti. Já. Og þá getur sagt ég skil auðvelda setningar og þá ertu kannski á stigi A2 eða eitthvað slíkt. Já. En lærða áramótasköpinu þá ertu í 8. stigi. Það eru kannski svona aðeins herra en við vitum ekki hvað það hefur ekki verið rannsaka, við vitum ekki fyrst 1000 orðin sem maður þarf að læra og þannig að líka bækurna sem eru til, það svona, ég myndi segja það bara fólk sem svona, þetta virkar kannski, en það ekki neitt sem hefur verið rannsakað. Það til dæmis íslenska fyrir alla, eru 4 hefti, bækur sem eru til í kennslu, en það ekki mér finnst það ekki góða bækur og ég held að höfundur hafa aldrei kennt íslensku af því ef þú kannt íslensku þá kanntu kannski ekki kenna íslensku sem annað mál af því til dæmis í bók nummer 1 það 1 æfing þá áttu að segja að þetta kartafla og þetta eru 3 kartöflur svo þú áttu að vita kyn en æfingin svo slæm að ég held þessi ástæðan fyrir því að margir segi ég get aldrei lært íslensku af því það 19 orð og það væri ótrúlega auðvelt svona ef það endar á A yfirleitt kvenkinsorð þegar ur kalkinsorð en það eru sveppur, tómatur og þá bara svona já ok, það kalkinsorð og þá kemur appelsínur, sítrónur þá þú blanda eintölu og fleirtölu þá líka flest kalkinsorð sem enda á ur í eintölu eru ar í fleirtölu svona hestur, hestar það 1 dæmi, það sveppir og það sem ótrúlega svona mæs og kál og veistu að hverju kál og mæs má ekki vera í... Þannig að bækunar eru óþarlega erfiðar. Já. Það komast í gegnum þér. Og ég meina, hvernig segir þetta kál og þú getur ekki sagt þetta 3 kál. Og þá ertu að segja, já, veistu, þetta eintölu orð og þá ertu ekki hægt að telja og það allt og flókið. Og orðaforðin, það eru kennslubæki, þá ertu að læra í byrjunni bara lífeyris sjóður og sálfræðingur. En mismunandi efni, þú sagðir að vera 18 sem hefðu fengið styrk frá Rannís til þess að vera mjög íslensku kennslu. Mismunandi hvernig það kent á þessu stöðum? Ég meina það IKEA. Ég kenni í 2 sem sagt tungmálaskórum og aðferðin mjög öðruvísi. En þú veist, efni virkar og að mestu leyti líkar nemendum frekar vel við þetta efni sem við notum í kennslunni en að mínu mati væri líka gott sem sagt að fá svona fræðilegan stuðning við þetta efni því þetta efni virkar en við skiljum ekki sem sagt hvers konar svona fræði á bakvið þetta því þú veist, við kennslufræði sem sagt af hverju notum við nákvæmlega þetta efni sem sagt til dæmis til að kenna þetta þema
eða til að kenna þessa málfræði, af hverju notum við þetta. Sem sagt, þetta virkar en það voða lítil fræði á bak við þetta stundum. Herðu, ef ég reyna að skilja þetta, komuðu til landsins það sem afverða þessu ári 9.000 innflytjendur eða 6.000 innflytjendur og 3.000 flóttamenn. Það sem í boði kennsla fyrir hluta í námskeiðum út í bæ sem að fara bara upp í svona 4. og 5. stig þar sem að maður eiginlega ekki orðin mjög sleipur í íslensku. Hinn kosturinn það að fara í háskólan, þar sem eru kannski 100-130 sem komast inn, en hvað það 3 eða 5 sem að útskrifast? Það voru 3 í februar og 10 núna í sumar. Þannig það er ekki í boði að læra íslensku, þannig maður sé góður inn á Íslandi. Þið eru eiginlega að segja það. Hvað er maður að gera það? Þetta er mikil vinna, þú veist, þótt maður sé til dæmis í háskólanámi, þá þarf maður samt að leggja mjög mikið í þetta nám. Þannig að það er kannski engin svona auðveld leið að læra íslensku. Þetta snýst mjög mikið áreynslu. En samt ég held að Ármann sé formaður málnefndar eða eitthvað svona sem á að hann að segja það að vandamálið séu innflytjendur og að þeir læri ekki íslensku. En við erum ekki með kerfi til þess. Við erum ekki með kerfi. Já. Það er ekki til bækur. Hvað er það? Dæmis... Það eru skýrslur, alls konar skýrslur þetta og Lína var mjög góð í því að benda fólki á þetta sem sagt. Hér er skýrsla, hér eru lög, af hverju er ekki fylgt þeim? Ég með svona baráttu byrjaði í maí, en það byrjaði raun og veru ég fór í háskóla til að læra íslensku og það var námskeið sem heitir kennsla íslensku sem annars máls og ég kvartaði svolítið mikið að það væri ekki til bækur og þá sagði kennarinn, já, hverju skrifuð þú ekki þessa bók? Og ég bara svona, ok, ég má ekki kvarta og ekki gera neitt, svo ég byrjaði að skrifa bók, eða svona handbók íslensku sem annað mál og lokaríkarinn minn í háskóla var af hverju er ég að skrifa bók og hvers konar bók er þetta? Og þá þurfti ég að hafa samskipti við Menntamálastofnun og eitthvað slíkt. Og núna þegar var í nóvember, það var út í íslenska kennslu fyrir útlendingar undir 4 ráðuneyti núna. Og fullorðna fólki undir vinnu og félagsmálaráðuneytið. Og eftir 6 mánuði vissu þau ekki að við vorum þar. Og það breytist ekki. Þau í ráðuneytinu? Nei. Það var alltaf blenda. Þegar það var að stokka upp ráðuneytuna fyrir árið síðan eftir kostingarnar? Já, en í maí vissu þau ekki að við varum þar. Það hljómar ekki eins og þetta sé eitt af mikilvægustu málunum í íslensku samfélagi? Alls ekki. Og það er enginn sem er sérfræðingur og hann sem vinnur hjá Rannis, hann hefur ekki skilningu og ekki græna glóru íslensku sem annað mál. Manstu auglýsingu sem við lásum í maí? Hvenær var þetta? Í sumar? Það var leitað að lektor og þá senn svona, ok, þú ætti að vera með doktorskráðu í íslensku sem öðru máli sem er ekki einu sinni til í háskólanum. Það er ekki ekki hægt að ná í þessa doktorskráðu? Nei, það er ekki einu sinni meistranámi í íslensku sem öðru máli, bara BA. Og svo fer maður, þú veist, í þýðingafræði, í bókmenntafræði, í málvísindi. Og það besta var það þarf að tala góða íslensku. Og það gengur ekki upp, þú ert með doktorskráðu en ég veit ekki. Þetta var mjög skrítin auglýsing og við erum búin að senda tölvupóst á aðila sem skrifuðu sem sagði þessa auglýsingu og við höfum fengið mjög svona klísjukennsvar. Já, sko ég byrjaði þá að senda svona hvað er í boði og hvað ekki. Svo núna í maí byrjaði ég í hverju viku að senda tölvupóst og spyr þá hvað er í boði, eða til dæmis sonur minn hann er nýbyrjaður í skóla og þá áttu að lesa 5-7 sinnum 15-20 mínútur á hverjum degi að æfa að lesa sig og það var námskeið mjög fínt og flott í skóla og þá spurði ég bara en hvað með útlendingar, hvaða hjálp gætum við fengið? Já, þið þurfum bara að leyfa að það sé íslensku heima. Já, en það allt. Og það er rannsókn af krakkar sem kunna ekki íslensku. Það er svo mikið vesen og
halda ekki áfram í skóla Nei. og það kom út 2018 en við erum enn ekki komið með neitt og ég sendi þá tölvupost fyrir mánuð hvers konar stuðning gæti ég fengið ekki búin að fá svar ég meina hann á pappin hann íslendingur og amma og afi og hann tala íslensku en hvað með fólk sem eru bara báði foreldrar útlendingar Agnieszka talaði þetta að börnur eru send heim og að lesa með foreldrum sínum til þess að bæta íslenskuna foreldrarnir geta ekki stutt í því Nei, skilja kannski ekki skilja ekki og hún talaði nú svolítið að hún væri bara hrædd að smita sínum þykka pólska hrein með barni, það væri eiginlega betra einhver annar gerði þetta en það var ekki stuðningur í skólanum Nei, en það væri kannski auðveldari eða ódýrari sem sagt að af hverju ekki einn kennari þá til dæmis ég fætt upp bara í Sviss og ég var útlendingur í Sviss fyrir 1 ár í leikskóla en þar sem ég var útlendingur þá byrja ég ári á undan svo ég fór 2 ár í leikskóla en hefði ég ekki verið tilbúin það hafði það verið hægt að fara 3 ár í leikskóla til þess að læra tungumálið Og þetta raunverulegt að brottfall úr framhaldsskólum á annarri kynslóð innflytjenda er mikið. Ég var að tala hérna við Gylfa Sóega sem prófessor í hagfræði. Hann var svolítið að tala þetta. Það væri bara augljóst mein í samfélaginu að því að það kæmi engin innflytjendur til hans. Þú veist, þeir væri bara dottnir út úr námi áður en koma inn í háskólan. Og það vita allir. Segðu mig það því að það er alltaf verið að tala þetta. Þegar þið hlustið á Íslendingana verið að tala þetta og enginn er að veita ástand eins og þeir eru að lýsa. Er þetta ekki svolítið skondið að hlusta á? Já, mér finnst alltaf svolítið særandi því talað okkur reyndar, en talað án okkar. Við erum ekki partur af þessari umræðu, sem sagt okkur ekki búið að taka þátt. Þetta finnst mér mjög skrítið. Ég fæ mjög svona hrós að þú tala svona vel en hinn ekki líka að læra íslensku og þá finnst mér svona gott tækifæri. Það er svona keso rassismi finnst mér að nokkru dæmi. Þá byrja ég svona, en já, við erum ekki einu sinni með ensk-íslensk orðabók. Með góða orðabók. Og fólk sem vinnur þessu fær ekki einu sinni styrk. Til dæmis Sigurður Hermannsson sem var að vinna við svona, hvað var þetta, World Reference vefsíða og hann gerði sem sagt alla vinnu bara ókeypis og sótti alls konar styrki og hefur fengið bara enga. Sem sagt fólk sem hefur áhuga að vinna í þessu fær ekki nægan stuðning frá ríkinu eða þú veist ráðuneytinu bara frá öðrum. Ég til dæmis sótti að fá styrki fyrir bókina sem ég skrifa og ég sendi inn 170 blaðsíður, ég kom með 500 núna. En ég fæ ekki styrka því ég einstaklingur. Ekki fyrirtæki eða? Já, eða þú átt að vera, ég gæti fengið styrki fyrir rannsókn en ekki fyrir kennsluefni. Og hvað þarf þetta að vera stofnun eða fyrirtæki eða? Fræðikona? Tungumálaskóla eða í háskóla en sem einstaklingur færu ekki styrki. En er það ekki þannig að Íslendingarnir alltaf að tala þetta að þá framlöðu bara skýrslur ástandið og svona en við erum ekki að framleiða skólana vegna þess að við sjáum það ekkert því að við erum ekki í þeim. Það er svo ákveðin hætta að þið töluðum alltaf búin til nýjar skýrslur. En það er kannski vegna þess að umræðin er drifin áfram af Íslendingunum sem sjá ástandur ekkert og það bitnar ekkert á þeim, það er enga reynslu af því. Getur það ekki verið? Það verður svona bara eins og svona blekkingartjöld. Svari sem ég yfirleitt færi það er svo margt til það er svo marga kennslubækur til hvers konar kennslubækur allir benda á Icelandic Online sem frekar góð vefsíða það er líka mikið úreld sem sagt það á að uppfæra hana líka sem sagt þetta gott tól kannski til að byrja með þetta líka ókeypis tól en samt það líka mikið úreld það má bæta alltaf Icelandic Online frá háskólanum og það er svona rafræn sem við gæti lært íslensku. Ég notaði það aldrei að ég vissi ekki að það væri til og þegar ég byrjaði þá var fyrst að það eru ekki 4. Það var of auðvelt. Þegar ég byrjaði það voru þar 5 áfangar. Núna þeir orðnir 4. Já.
og þá þegar það var svona stig sem ég skildi, þá var það bara eitthvað blóm og tegund af mís og mér langar ekki að læra mís. Mér langar að geta sagt, hefðu, mér illt í maganum, gætu fengið tíma hjá lækni. Ég þarf eitthvað sem gagnlegt og ekki læra fjöll. Það líka skemmtilegt og mikilvægt að læra menningu, en það vandar þetta svona ótrúlega auðvelt. Praktist úr það sem þið þurfa að nota. Samskipti við leigusalan. Mér finnst það ótrúlega leiðinlegt að lesa svona komment þegar það kvarta útlendingar eða ég get ekki farið og panta mat niður í bæ. En Íslendingar vilja ekki vinna þessa vinnu, en fólki sem þar fær ekki tækifæri til að læra íslensku. En það væri frekar auðvelt, ég meina, þú þarft að kunna ávexti og bara mat, orðaforðina matur, en það væri ekki ótrúlega flókið og búa til bara námskeið fyrir þetta fólk. Það væri bara betri eftir viku í því að vera í einföldu starfi við að bjóða þennan matseðil. Þú veist, það bara myndi strax sína bata, það bara mjög skömmun tíma. Af því að þú hafði að tala að kenna bara þess að þarf að kunna til þess að sinna starfi. Já, það byrja bara með því að ég segja góðan daginn og eitthvað takk fyrir og ég mæli mér. Það ekki ótrúlega flókið. Herðan, hvað gerum við í þessu? Hvað eru kröfunar? Hver býr til kröfunar? Já, sem sagt, fyrst og fremst á að svona þróa þennan tungumála rama og kannski bara skilgreina hvað svona held ég núna. Já, hvað svona kunnátta og færni. Þurfi ekki innflytjendur að segja, sko, það vantar þetta. Já, það vantar þetta. Það vantar hann að 7., 7. og 8. Já, við þurfum að þróa kennslubækur, við þurfum að rannsaka betur hvað þurfum við að læra fyrst. Að því líka þess að, til dæmis íslenska fyrir alla, bók nummer 4 eða bók nummer 3 er miklu flóknari, hvað sem varða málfræði nummer 4. Það gengur ekki upp. Eða eins og eintöluorð, þú mátt ekki nefna eintöluorð í viku nummer 2. Það er bara allt of snemma. Svo við þurfum að rannsaka bara íslensku sem annað mál. Við þurfum að vera með kennslubækur. Það þarf að koma inn fjármagn og mér finnst ríkið á að sjá til þess að það séu til 9 námskeið. En þá á ríkið líka að koma með, á stig nummer 1 á að vera þetta og þetta og það á að vera til að minnstakosti eina góða bók. Og það þurfa að vera bækur sem eru hægt að nota í kennslu en líka hægt bara heima. Af því það fólk sem hefur ekki tök á því að koma til Reykjavíkur eða það á að vera eitthvað rafrænt. Ég veit ekki hvað það á að vera ókeipis. Mér finnst það er allavega að hluti til kannski, en ég er ekki með kröfur að ég ætla að vinna minna, eitthvað slíkt, en það sé ekki krafa að sé íslensku kennsla í vinnutíma. Það væri flott draumur, en fyrst og fremst þurfum að gera allt að það væri hægt að vera með svona kennslu. Af því við erum bara með ekki neitt. Það vantar líka íslensku kennara. Það vantar efni, það vantar... Já, hver og einn getur sagt ég er íslensku kennari. Af því það er ekki til neitt sem það er ekki starfsheiti sem heitir íslensku kennari. Fyrir með annað mála? Nei. Þannig þú þarft ekki að vera kennari til þess að... Nei. Þú þarft að kunna íslensku, einhverju liti. Já. Svo það er ótrúlega, og ég held að sé það sem sé vandamálið, að margir halda að það sé eitthvað til, en það er bara ekki til. Og líka fólk sem í mikilvægi stöðu, þarf í raun og að kunna eða þekkja þetta efni, en það er bara... Þekkja hvað efni? Þú þarft að vita hvernig það er að kenna íslensku sem annað mál. En ég stundum finnst mér svona, það er svona að það frendi minn sem fekk vinnu í gegnum Fríðafrænku. Svona íslenska leiðin. Já, velkomin til Íslands. En það væri svolítið gott að fá fagfólk inn í þetta. Og kannski líka að ég hef heyrt að þessar umræður alltaf svona að tala við tungumálaskóla. En þau alltaf svona, ég má ekki kvarta of mikið, þá fæ ég ekki styrk á næsta ári. Að ég hef heyrt sögur af fólk
eða frá skólum sem hefur kvartað og þá fengur þau ekki styrk eftir ári. Svo þá það kannski vera háskóla eða, ég veit ekki. Hérna, nú hafa margir innflytjendur komið til Íslands og það hefur breytt Íslandi. Það hefur Íslendingar til dæmis þurfi ekki að hafa áhyggjur af öldrun þjóðarinnar næstu áratugina, af því að það er bara komið svo mikill þróttur í samfélagið. Gríðarlegur mannauður sem hefur komið hingað. En stundum finnst mann eins og Íslendingar tala ekki innflytjendur sem mannauð og ekki flóttamenn. Þú veist, það er ekki vandi að leika sig með að reikna það að koma einhver sem er tvítugur til Íslands, að það er bara eins og að Íslendingar fái 75 milljónir sem að kostar að koma manni til tvítugur. Það er alveg gríðarlegt afl sem að felst í innflytjendur sem koma. Og svo getur náttúrulega hugsað hvað myndi gerast ef þau bara færu einn daginn, þá myndi bara Ísland, það var ekki hægt að reka Ísland nema út af innflytjendum. Finnst ykkur svolítið eins og að Íslendingar líti ekki á innflytjendur sem svona mannauð, sem eitthvað sem maður gæti sagt þessu, það er eiginlega sama hvað kasta miklu peningum í því að kenna íslensku, það mun skila sér svo stórkostlega mikið tilbaka fyrir Íslands samfélag. En finnst ykkur svona hugmyndin að innflytjendur eru kannski bara verða hérna stutt, eru komnir hérna til að vinna tímabundið, við erum ekki að fara að fjárfesta eitthvað í því. Hvernig upplifið þið svona, hvernig samfélagið hugsar þetta mál? Ef ég má spyrja. Það flókin spurning. Mér finnst mjög ofta Íslendingar líta á innflytjendur sem, vinnuafl, fyrst og fremst. Ekki mánuð, svona vinnuafl og frekar ódýrt vinnuafl. Þannig að það fólk sem kemur hingað kemur kannski í stuttan tíma til að afla sér næga peninga og svo flytja heim. En það er bara lítill hluti innflytjendurna. Já, það eru farandverkamenn hérna, en það er bara lítill hluti. Já, nákvæmlega. Og fólk misskilur sem sagt þetta frekar oft þar sem innflytjendur geta verið bara gríðarlega fjárfesting í framtíðina. Ef maður nennir kannski að rannsaka stöðu innflytjenda aðeins betur, kannski þróa jafnvel innflytjendastefnu sem ekki nóg skýr, finnst mér. Hún jafnvel til innflytjendastefnu Íslands? Ég veit það ekki. Mér finnst það ekki. Með, við allt sem að gerast núna og umræðunar sem eru í gangi. Sem það mér finnst að maður verður að þróa innflytjendastefnu og líka málstefnu líka, og bjóða upp á námskeið, ókeypis að hluta út af því að við höfum líka rætt þetta held ég áður, eða Agnieszka hefur nefnt þetta, að fólk hefur ekki strax rétt á endurgreiðslu námskeið, að fólk verður að vinna í þar nokkrum tíma til að öðlast þennan rétt og þá fær það endurgreitt frá svona stéttarfélögum. Það þannig að þú ert ekki fullgildur meðlumur í stéttarfélagi fyrir eftir kannski hálft ára eða 9 mánuði og á þeim tíma sem er kannski viðkvæmasti tíminn, að þá færði ekki endurgreiðslu út á íslensku náminu. Nei, ég var til dæmis óleitt þegar ég kom hingað og þá detti ég svona typisk ég mömmu eða mamma og ég fær hver að borga fyrir mig og ég er ekki, ég vinn í Háskóla Íslands og ég vinn sem tannlækni en ég hef aldrei fengið neina styrka því ég er ekki í stéttarfélag og það eru svona hópur, ég held að sérslega konur sem er viðkvæmar oft vinna heima og mér finnst kerfið þarf að breytast af því ef þú fer í tungumálaskóla yfirleitt er það svona 2 eða 3 kvöld er það þá daginn og oft heyri ég útlendingar nenna ekki að læra íslensku, bara svona grunninn en bara í alvöru, ég meina, hver nennir að fara 9 námskeið sem eru 10 vikur, 2 og 3 kvöldið. Já, og stéttarfélagið greiðir oftast svona 2 eða 3 námskeið af þessum 7 sem eru í boði núna og hver veit sem sagði, það verða 9 námskeið, kannski hætta stéttarfélag að borga jafnóðum. Og svo líka svo til vandinn finnst mér að það eru enga kröfur og ég held það væri miklu betra til dæmis bara að segja ok, við tökum námskeið einu sinni í viku en þá ætlum við að vera með kröfur, þú þarft að fara í prófu eftir á.
og þá kannski segja, ok, ef þú búin að fá í 3 svona námskeið og búin að ná bara prófin, þá færðu ríkisborgararétt. Eða þarftu ekki að fara í þetta próf. Af því það líka, núna það þannig, þú fyrir í tungumálaskóla, borgar og þá bara... Já, það skjörteini að lókum og búin. En það enginn sem sér hvað þau búin að læra eða neitt. En ég held að sé svolítið, það leiðinlegt fyrir fólk sem þarf aðeins meira tíma, en það líka leiðinlegt fyrir fólk sem vill læra mjög hratt. Að það svona, ok, ég núna fyrir stig 4, ég komin á stig 5 og svo byrjum við raunverið stig 4 að því hinir eru ekki komin svona langt. Og það líka, það þurfa að vera 10 nemendur svo skólinn fái styrk og það svolítið vandamál til dæmis fyrir norðan eða út í sveit að það eru ekki nemendur til. Og sérstaklega því ofar sem kemst í sko 4. og 5. og 7. stig. Já, það verður ótrúlega erfitt að finna kennara að því Mimi tókst þá ekki lengur að finna kennara fyrir stig 8 að því það skiptir engu máli, þú ert ekki fastráðin kennari, þú ert svona verktaki og það skiptir engu máli hvort þú ert að kenna ég heiti Lína eða hvort þú er búin að ræða svona hvernig notur þú orðið manns. Og þetta það verið svolítið flókið því ég held að Íslendingar fatta ekki að til dæmis uppskriftin miðast við 5 manns en það er ekki hægt að segja 4 manns. En það er hægt að segja 100 manns, 1000 manns en ekki 1000 manna. Og það er svona spurningar sem við viljum vita en það er ekki til í kennslubækur. Af hverju er þetta svona? Í Háskóla Íslands við erum að nota bækur sem eru skrifaðar fyrir Íslendingar en ekki fyrir útlendingar. Ég meina, Íslendingar mynda aldrei spyrja á hverju klukkan 2 og ekki 2. Já, klukkan slagar 2 högg eða þú veist, út af því að þetta er svona abstrakt og svo framvegis. Stundum höfum við líka fengið svar, þú veist, jafnvel í íslensku kennslu, af hverju er þetta? Af því bara, þetta er tungumálanorm. En það eru svör, en við þurfum bara að finna svör til að setja maður klukkan er... Það vantar svör við spurningunum sem að þið spyrjið, af því að Íslendingar spyrja ekki þessar spurningar. Af því klukkan er 2, þú ert ekki að telja klukkur, heldur það er bara svona, ok, við erum að telja og það var bara hlutlæsa kynni, það eru hvorukynni í þessu tilfelli. Já. Ég hef aldrei hugsað út í þetta. Já, það er líka, þú veist, klukkan slagar 2 högg. Ég lærði þetta bara þegar ég var 30 ára. Þess vegna er þetta svona, já. Ég myndi svara af því bara, þetta er bara smá því bara. En þú nefndi málstefnu og það var að gera ný málstefna og það er ekki verið að fjalla innflytjendur þar í málstefnunni. Það er verið að fjalla áhrif enskunnar á ungukynslóðina. Og þessi málstefna er tiltölulega ný. Við ræddum hana hérna við rauðaborði fyrir svona 3 vikum. Kannski hérna endurposta því samtali. En það er svolítið merkilegt að það vantar eiginlega að búa til málstefnu sem er gert ráð fyrir því að það eru 16, bráðum 20% af landsmönnum eru ekki með íslensku sem móðmál. Já, þú veist, og jafnvel ungir íslendingar nenna ekki að tala íslensku því þeir eru alltaf svo skammaðir út af því að, þú veist, þeir gera náttúrulega alls konar villur. Til dæmis það býr svona unglingsstúlka bara rétt við hliðina á mér og ég heyri hana að tala, þú veist, við vini sína á ensku. En þegar við hittumst, þú veist, bara í stíðunum, þá segir hún sæl og hvernig gengur, en svo hittir hún vinkonu sína og þær tala bara á ensku saman. Af því að þetta er einhvers konar bilding hjá þeim líka, sem sagði, þeir nenna ekki að vera skammaðir. Þeir vilja, þú veist, unglingar vilja líka læra íslensku og læra hana vel, en það er alls konar fólk sem er alltaf að gagnrýna þá, þannig að þeir nenna ekki að tala íslensku heldur. Já, það er svona viðtökur Íslendinga við íslenskunni er eiginlega óþolandi. Og ég held það sé líka svolítið mikið þetta, til dæmis margir vinir mína í Sviss tala ekki ensku, af því allt efni er bara til á þýsku. Þú fer í bíó, en það er til á ensku, en yfirleitt fyrir það er bara á þýsku. En það vandur svo mikið efni hérna líka. Bara á íslensku. Eins og hvað? Bara barna, ég meina við erum að horfa á sjónvarpið eða Netflix og þá er bara Svampur eins og það er til á íslensku en flestir þættir eru bara á ensku. En ef það væri meira makt til, er það líka skemmtilega bækur fyrir krakkanir. Það eru líka, ég meina fyrsta bókin sem ég las var
pallir einn í heiminum. Það var Tumi fyrir til læknis og þá kemur svona ekki mikið og næsta bók var Arnar Indriðarsson. Eitthvað bók man ekki hvað hann hét. Så það svona barnabækur eða þá aðeins og flókið en þetta svona millimál eða hvernig við kalla þetta bara ekki til. Það núna Caritas Rundar, hún búin að skrifa 2 bækur. Það eru 2 bækur. En áður við hættum að í uppæfinu var það að það væri mikilvægt að innflytjendur lærðu íslensku og þeir eru sammála því. Já. Það væri slæmt ef við myndum missa samfélagi þannig að enskan yrði millimál og 20% af þjóðinni talaði ekki íslensku og 80% myndi tala við þessi 20% á svona misgóðri ensku. Það væri slæmt samfélag. Ég held það. Já. Það er líka svolítið, það kannski svona smá gettó. Og meira vandamál, fólk getur ekki tala við hvort annað, svo ég held það væri bara ótrúlega mikilvægt fyrir Ísland að allir myndi geta að tala íslensku. Varstu ung þegar þú fórst frá Sviss? Ég kom til Íslands 2016. Frá Sviss? Já. Þar eru fleiri erlendir ríkisborgara heldur en Íslandi. Ég held að sé nárið 25% í Sviss. Já, það voru þeir upp 15 og það 25 pluss núna. Já. Og þá maður líka, ég útlendingur en telst ekki lengur sem útlendingur af því ég búin að fá svissneskan ríkisborgararétt. Svo ég held að séu miklu fleiri en við erum líka með 4 opinber tungumál. Svo það meira en... Ég hef komið til Sviss, en maður ekki efna að vera það svo lengi, þess að Íslendingar finnst það dýrt. En mér fannst ég einhvern veginn skynja þetta á samfélaginu. Það voru allir sem að voru að sópa eða skúra eða afgreiðamann voru innflytjendur. Mér fannst það svolítið svona, ég hugsa til Sviss þegar maður sér tölunar hækka hérna, að það sé ákveðin hætt að við verðum með svona samfélag sem svona tvískipt. Ég held það líka og það líka, það svona góðri og slæmir útlendingar. Ég hef alltaf verið svona, það svona hippokút að vera frá Svíþjóð. Þegar ég fer 1980 og þá voru Ítalar og það var bara svona, Tjink er ekki gott orð fyrir Ítalar en þá kom stríð í Júgoslavíu og þá voru Ítalar góðir útlendingar og núna er þetta bara ef þú með ef nafnið þér endra á itch þá er það svolítið já, þú fær ekki viðtal svona atvinnu viðtal af því það er svona nei við itch en þá gæti verið að þessi hefur verið í Sviss í 30 ár en svo það, mér finnst það ótrúlega sorglegt að mismuna fólk og það er kannski hérna á Ísland það er kannski pólverjar af því það er svo margir en ég finnst það bara ótrúlega duglegt fólk en auðvitað það er góðir og slæmi manneskjar allstaðar en Já, herðu Takk fyrir að koma inn og tala íslensku Takk fyrir að bjóða okkur Viktoría og Lína og við segjum þá bara rauðaborðinu lokið í kvöld og raunverulega þessa viku við erum með helgispjall hérna á morgun og þá ætlar að koma til mín hérna eitt skemmtilegasti sögumaður á Íslandi Þorvaldur Friðriksson Hann ætlar að segja okkur frá því að við séum raunverulega keltar og keltnesk áhrif séu miklu meiri á Íslandi heldur við höldum og já, hann ætlar að bara selja okkur þá hugmynd og segja okkur ábyggilega frá ykkur öðru skemmtilegu. Sjáumst á morgun klukkan 5. Góðan nótt.